Og fallið þessu ljósi. Þú gett svum. En horti á þessu ljósi. Þú ert ekki svona tvöld. Nei, ég ekki ólétt. Við erum búin að plana geðið mikið mómentið sem þetta fór jákvæmt ólífipróf af því að taka nokkur ólífipróf báðar. Og ég hef alveg heyrt fólk tala um þetta svona fullkomna móment. Já. Já, til að taka ólífipróf. Eða komast að þessum frábærfréttum. Já. Og það mómenti Var fullkomið. fyrir okkur. Já. En langt frá því sem við Bjuggumst við. En já, við flugum í helgarferð til Svíþjóðar bara daginn áður en við máttum taka þetta ólífipróf. Við vorum að gista hérna hjá vinkonu okkar í Svíþjóð, hún var sem betur fyrir ekki í mat. Og það var búin að þessi vinkonu í búinu þess að held ég hann hefði hann smá tíma áður hún kom. Og við vorum ógeðslega stressaðar og ég var ógeðslega stressað að taka prófið. Þess að hún kæmi og hún fara að gráta og er leið. Eitthvað svona þau veist að ég vonandi að hún undirbúið fyrir það. Þannig að ég var spennt fyrir því að taka prófið aðeins snemma. Bara svona til þess að taka því svona við ekki sjálf þengs. Já. Við ákveðum að taka það á miðvikudagskvöldi. Og við vorum eitthvað svona að spila en að hafa kósi þarna kvöldi þegar við komum út. Og varstu fyrir bara tökum við núna. Ég bara með annað þess að 19,5 klukkustund og eitthvað. Og hann ætti eitthvað haldið í 2 klukkutíma að við varum til þess að það var einu eitthvað margt og eitthvað fyrst til staðar. Það var ofta skrítið að setja hann spila og það var mjög svo Já, og hvað biðum 1,5 tíma eða eitthvað. Já, eitthvað þannig og hérna tókum við gátt ekki lengur og var það sem þess að. Og þetta sjúklega stöð, og segja við erum að uppfylla ólífipróf og alveg í alls konar aðstæðum. Þetta var bara aldrei verið stressið. Hérna tókum við ólífiprófið. Tókum það hérna þessi hlusti sem hingað. Það er ekki stressa. Við hingað í nýta herbergið sem við gistum í. Og hérna hringum við niðurströðina á ólífiprófinu. Og kíktum og grannt skoðum þóið. Og það var bara ein lína. Og við vorum alveg vissar að ef það væri jákvætt þá var það að koma alveg 2 línur alveg strax. Já. Og það var bara ein lína og bara eitthvað sem við vanar. Og bara ótrúlega svekkelsi og svona tilkvitt. En samt eitthvað svona, ok, þetta er snett, þetta er ekki alveg, en þetta er ótrúlega erfitt alltaf að fá þessi neikvæðu ólífipróf. Já, og ég var alveg vissum að þetta væri bara neikvætt próf. Þú varst að reyna að halda eitthvað svona í jákvæðnina. Svo morgun eftir og eitthvað svona. En þú varst ekki sátt við þetta. Nei. Og ég kom svona hita leiksins að tekur varlega prófið, svona plastpróf með hring. Og varlega tekur prófið, setur það í hana plasti aftur og alltaf ekki að kasta eitthvað út í loftið sem þú reyð. Þú tekur það og finnir það. Og svo sagði breyta. Og rista í tvennt og ég veist ekki að það er hægt. Þú veist það er Þetta er alveg, já, erfitt að breyta það sko. En þetta og það getur alveg gert hluti. En upp úr stóðum íðin, svona inn í prófinu. Já, þú veist ég var, pissustrumillin í rauninni. Hann bara stóð svona upp úr. Og þegar hann stóð upp úr, það var bara ein lína, þetta fyrir sjálf, og önnur alveg rosalega dauf lína. En lína. Þessi sjá hérna myndinni? Já, lína er lína. Akkur satt það. Og við komum nú, ég er lína, þetta er lína. Það getur ímyndað fyrir bara statusinn. Og þarna var það klukkan eitthvað 10-11 kvöldi síðan. Við hefðum búin að hátta okkur að bara í kósi hvíling á sunnudaginn að taka prófin daginn eftir. Við rjúkum út í búð þannig að það var slægt í opningum með svona 7-Eleven og eitthvað svona búðir. Og við gjóðum í náttúrsum og úlpum og komum í búð. Að leita á ólífiprófi. Finnum ekki ólífipróf. Nei. Og fórum við aðra búð sem var svona í sjoppa. Það var senda ólífipróf en á bakvið borðið þitt. Við varum svona heillengi eitthvað svona að bara lasa eitthvað svona þykjast skoða eitthvað svona línar, nammi
Já, sem taka fram að við erum 2 fullorðnar konur, sko. Og svona, röklega hver þetta svo. Þú veist, ég get vandræðilegt eitthvað. Ok, það er samt alveg vandræðilegt að 10 að kvöldi til eitthvað. Nauðsynlega. Já, en ég syns þetta allt saman. Daginn eftir. Mörgum ekki hann eitthvað, 5:30, 6 eitthvað. Já. Ég vaknaði eitthvað, Svala, ertu vakandi? Já. Já, og tókum prófið. Og þá komu 2 línur. 1 döið og 1 stær. En hann upp í greinanlega lína. Já, alveg þannig að sjá það á myndavél. Gaman! Það var svo gaman það var svona gaman, sko. Það var svo skemmtilegt. Það var geggjað. Og það með hóst. Skotu, ævintýrið. Og við tók líka heill dagur þar sem við ferðum með Ólympíupróf í bakpoka Stockholm. Þú veit eitthvað hvað í þessu?